Við komumst aldrei heim. Ekki fyrir jólin að minnsta kosti. Og ég sem gleymdi alfræðibókinni heima, ég ætlaði að verða orðin sprenglærðasta ugla sem getur fyrir jól. Það eiginlega meira með þessi jól. Eitthvað meira en að éta á sig gat. Maður fær pakka og gott í skóinn. Nó. Akkur í skóinn? Það ekki fyrir ykkur óþægilegt? Veist ekki neitt, kengúrukjáni. Nú krakkar láta skóinn út í glugga, jólasveinninn kemur, setur eitthvað góðgæti eða dót í skóinn. Eða kartöflu, ekki gleyma kartöflunni. Já, þekki krakkar fá kartöflu. Nám. Hráa. Já, það sem ykkur dettur í hug, þarna í ykkar heimi. Já, og á jólunum syngjum við líka heilmikið og margir fara í kirkju. Hvernig lög? Ykkur ömulega væmin og hallarísleg jólalög. Viljið þið syngja eitt ömulega væmið og hallaríslegt jólalag fyrir mig? Þið væri svo sæt. Já, við skulum syngja einhvern hugljúan og fallegan jólasálm. Það alltaf svo hressandi. Hressandi? Það jafnast ekkert á við það. Hvað eigum við að syngja? Jólaoratóríu Bachs? Nei. Kannski svolítið flókið. Í Betlehem barnós fætt. Gekk yfir sjó og land og hitti þar einn gamlan mann. Hættu! Þetta ekki jólasálmur. Syngjum eitthvað fallegt. Ok. Bam, 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 bam. Bráðum koma blessuð jólin, börnin fara að hlakka til. Allir fá þá eitthvað fallegt, í það minnsta kert og spil. Kert og spil, í það minnsta kert og spil. Systa, heyrðu þessi rakalegu hljóð út í fless. Já, þessi skelfilegu óhljóð smjúga í gegnum merg og bein. Við verðum að stöðva þetta strax. Er slangan með ofnæmi fyrir jólalögum? Er Matthildur einhverju nær jólahátíðina? Tekst félagunum að komast úr dýflissunni og snúa handfanginu svo þau komist heim fyrir jól. Fylgist áfram með ævintýrum félagana á morgun í þættinum Töfraflautan. Galdrabók sem hann fann og þeytti sér uglunni Ólafíu og kettinum Pan yfir í galdraheiminn Rimbúktú. Þar berjast galdrasystur tvær völdin og til þess að komast heim fyrir jól þarf Alexander að aflétta álögum sem sú vonda hefur lagt á og leysa þá góðu úr haldi. Tvíhöfða slanga hefur læst Alexander og félaga hans inn í daunillri dýflissu fyrir að reyna að snúa gyllta handfanginu. Í það minnsta kert og spil. Það heyrist hvorki hósti né stuna á þinni. Kannski var þetta bara ímyndun í þér. Ég heyrði þennan hrylling skýrt og greinilega. Og það gerði þú líka. Þú ert ímyndunarveik, það þitt vandamál. Nei, það þú sem ert að verða heyrnarlaus. Við verðum að senda boð til Brandhildar. Þessi skítugi og glerharði veggur fer alveg með beinin mín brothættu og feldi mín fína. Matthildur,
átt ekki púða handa mér í pokanðinum. Helst þú flaueli, helst kóngabláu. Að heyra í þér eigin hagsmunasækurinn, það eina sem kemst að í þínum agnarsmáa kattarheila þinn eigin rass. Æ, góða besta! Hjálpar okkur ekkert ef þið eru stöðugt að rífast. Þú komst okkur nú í þessa aðstöðu þannig að þú getur ekki mikið sagt. Það er ekki mér að kenna þau þurftu endilega að hanga yfir mér þegar ég fóð með galdraþuluna. Ykkur er bara næra að vera svona forvitin. Heyrðu mér út. Ég þoli bara ekki rifrildi. Ég er friðsæl kengúra í eðli mínu. Já, tónlist ætti að róa mannskapinn. Já. Hvað er að gerast? Ég held að séu dáleitar. Hættildur, áttu nokkuð net í pokanum? Ekki hægt að spila. Grípið! Hættildur, spila áfram. Hún er full af slefi. Líður svo undarlega. Þau beit okkur bróðum. Ég sagði að það sem að klemja þau strax. Betra seint en aldrei. Verður að spila! Netið, Pan! Já, netið, ég veit, já, losið mig, ég flæktur. Kannski sé bara best að skilja hann eftir. Hann er að gera mig snarvittlausa með þessum eilífu umkvörtunum sínum. Ekki skilja mig eftir. Ég skal lofa að hætta kvarta. Allavega næstu í. Við getum ekki skilið greyið eftir. Þetta litla skinn. Já, ég er bara lítið skinn. Spilaðu meira, Matthildur! Þetta skal ég muna uglu ófrétti. Það haggast ekki! Passaðu þig að brjóta það ekki. Kannski þarftu að Nei, kannski þarftu ekki. Jú, kannski þarftu að finna aðra galdraþulu. Þú veist. Nei, ekki aðra galdraþulu. Ég þoli þetta ekki lengur. Þetta er of mikið fyrir mína fínustu taugar. Byrja nú töðið aftur. Vertu ekki búin að lofa að hætta þessu? Rétt að ég skildi ykkur öll eftir. Nei, ekki gera það. Ekki gera það. Nei. Hættu þessu, Pan. Strákurinn þarf jafn mikið á okkur að halda á við á honum. Það er sko algjört rugl. Hér er þetta. Nú? Þá að haldum handfangið á meðan maður fer með galdraþuluna. Abrakadabra og siggidísú, handfangi snúið skal rétt sæli snú. Já. Þú verður að vera með opin augu og horfa á mig, Matthildur. Nú. Annars kemst ekki með okkur. Abrakadabra og siggidísú, handfangi snúið skal rétt sæli snú, aftur á bak og heila 2 hringi, svo hratt að í handfangi surgi og syngi. Hipsum, hoppsum, stompidi stú. Nei! Hver aflétti álögunum?
skottið á þessu strák, patta, þá má hann biðja fyrir sér! Hvar dúkka félagarnir upp næst og hvaða þrautir mæta þeim þar? Verða þau einhvern tímann góðir vinir? Tekst Brandhildi Blott nokkur tímann að ná stjórn á tæknikústskaftinu og finna þau? Tekst þeim að komast heim fyrir jól? Fylgist áfram með ævintýrum félagana á morgun í þættinum Rapp kanínurnar. Alexander og félagar, þau þeyttust eitthvað lengst út í geim. Skyldu þau komast aftur heim, já skyldu þau komast aftur heim. Alexander fór með galdraþulu upp úr galdrabók sem hann fann og þeytti sér uglunni Ólafíu og kettinum Pan yfir í galdraheiminn Rimbuktu. Þar berjast galdrasystur tvær völdin og til þess að komast heim fyrir jól þarf Alexander að aflétta álögum sem sú vonda hefur lagt á og leysa þá góðu úr haldi. Félögunum tókst að aflétta fyrstu álögunum sem Brandhildur Blott lagði á Rimbuktu. En hvar eru þau lent núna? Hvar eru þið? Ég meina við. Ó nei, ertu vissum að þú hafir farið rétt með þuluna, strák bjálfi? Já, og ef þið líkar þetta ekki, þá get ég bara sendt þig aftur til slönguhausana. Nei, það er alveg óþarfi. Þetta er nú kannski ekki svo slæmt, svona við nánari athugun. Ég hef rétt í þessu fundið vísbendingu sem bendir til þess að við séum lent á gulrótarakri. Nam. Gulrætur, það er það síðasta sem ég langar í þessa stundina. Gulrætur eru af ætt ílangara rótarávexta og eru sérlega ríkar af karótíni sem er gott fyrir augun, eyrun, nefið og þar að segja maður hefur nef. Já, það eru bara virkilega góðar og hollar. Sama og þegir. Hér er mynd af kanínum og gulrótum. Þetta er ekki sanngjarnt. Þetta verður svo kynmennska fyrir mér. Hér stendur eitthvað. Láttu það koma. Jó, akkur, hola, gulrót, blár, fullt tungl, fuglar, mikið, fár, jó. Ég skil ekki bofs í þessu. Það er ekki nema von, drengur minn, því þetta eru augljóslega dulmál. Ég er alveg sérstaklega góð í að finna dulmálslykla, þó ég segi sjálf frá. Farðu með það aftur. Akkur, hola, gulrót, blár, fullt tungl, fuglar, mikið, fár, jó. Ég er búin að fá munnskammt af þessari galdra vitleysu í bili. Mest að rannsaka hérna hvort ég finnist ekki eitthvað ætilegt. Jó! Það er ófreska! Holy moly, skóli bóli, va? Jó, komið sæl og hó! Hver eru þið og go? Ertu sveska? Ferska? Flott neska? Jó! Jó, stopp! Getur ekki bara að tala eðlilega? Þú ert nefnilega ekki rosalega góð að rappa. Nei, út glötuð. Jó, það er nú bandakálið, handamálið. Vandamálið. Jó, við földum hana tórínu, skórínu, blórínu. Hvaða vitlaus er þetta? Hvað er hún eiginlega að tala? Flórínu, góðunornina. Já, auðvitað! Ég held ég skilji. Hún faldi Flórinu og þess vegna laði Brandhildur álög á hana, þannig hún rappa tóma vitleysu. Jó, fálög, gálög. Hvílíkt ólán að vera rappari og get ekki rímað. Já. Hún má nú eiga það þessi Brandhildur Blott að hún er snjöll á sinn hátt. Ég hef heyrt hún sé mikill rappaðdáandi. Veistu hvar hún faldi Flórinu? Jó, heppir í hó. Brandhildur lokaði Flórinu inni í skurni á hæsta bjallinu. Hennar er gætt á stóru spreka, fleka, sem eldist búir rosa mega. Holy moly, jó.
Þetta svindl. Nei, Jú, sjáðu. þú ættir að heita Svindlína Brettmann. Nei, vinur minn, þú verður bara að fara að sætta þig við að ég er betri pókerspílar en þú. En ég skal leyfa þér að vinna ef þú sleppir mér. Sýndu mér nöglina, galdranöglina. Hina. Jæja. Þetta er ekki sanngjarnt, ha? Ég er norn, ég verð að fá að galdra, annars veslast ég upp. Kýr. Nei, ekki klippa galdranöglina mína, elsku draugi. Ég get ekki meira. Nei, þetta kýr. Ég fatt ekki hvernig þú aflétt þessum álögum. Já, fyndu bullsót, mullrót, bullrót, hó. Gulrót? Ertu ekki að grínast? Ég er ekkert nema gulrætur. Er það einhver spes gulrót? Já, sérstök, berstök, einstök gulrót. Hún er smá, Já, lítil gulrót. Nei, hippir í hei. Hún er kná, frá, rá. Vá, er hún í hettupeysu? Nei, blá. Já, þú er að knýta. Verð ég að bíta í hana? Já, hippir í hó, seka, meka, go. Jæja þá, drífum við að finna þessa blessuð bláu gulrót. Fyrirgefiði, en þetta myndi ég nú kalla að leita nál í heystaki. Algjörlega óvinnandi og óyfirstíganlegt. Svona, hættu þessu tuði, Kissi. Í hverju maður? Þetta er bara ég og gamall fyrir þetta. Aha! Það er eitthvað mikið að vera. Ef ég held stefnu, ætti ég að vera komin þangað eftir nokkrar mínútur. Tekst félögunum að finna bláu gulrótina. Finnur Pan einhver tímann rjóma lús að drekka eða fær hann bara gamla G-mjólk. Og tekst Brandhildi að ná bókina af félögunum. Eru einhverjar líkur á því að þau komist heim fyrir jól. Fylgist áfram með ævintýrum félagana á morgun í þættinum Froskagaldur. Alexander fór með galdraþulu upp úr galdrabók sem hann fann og þeytti sér, uglunni Ólafíu og kettinum Pan yfir í galdraheiminn Rimbuktu. Félagarnir eru nú staddir á gulrótarakri. Þar býr rappkanína sem Brandhildur hneppti í álög. Hún getur ekki rímað og rappar því tóma vitleysu. Til að aflétta álögunum þarf Alexander að finna bláa gulrót. En það er erfitt að finna litla gulrót á stórum akri. Við erum örugglega búin að rífa upp hálft tonn af gulrótum. Hvernig í ósköpunum eigum við að finna þessa blessuðu bláu gulrót? Sko, ef ég man rétt þá vaxa að meðaltali 48.324 gulrætur á hverjum hektara. Já, einmitt. Mér reikna svo til að þessi akur sé í það minnsta 72 hektarar sem gefur okkur 3.479.328 gulrætur. Nú, líkurnar á því að við finnum bláu gulrótina eru því... Engar! Já, eða þar bil. Ég held að ég geti alveg afskrifað jólafrómasinn. Þú og þinn frómas. Ef þú ert svona æstur í að komast í hann skaltu bara vera duglegri að hjálpa til við að leita. Duglegri! Loppurnar á mér eru allar sundur tættar að því að rífa upp þetta illgresi. Sjáðu bara. Sko, sjá. Kæru vinir, það sem ég finn fyrir örlitlum snerti af neikvæðri orku, hér meðalbor, þá datt
mér í hug að syngja lítið lag. Já, það að segja ef það geti orðið til þess að létta geð viðstaddra. Ég alltaf ein í þessum heim. Já, ég alltaf ein í þessum heim. Já, ég alltaf ein og þegar ég kem heim enginn sem mér tekur höndum tveim. Ó nei, ég átti eitt sinn gullfisk en hann dó. Já, ég átti eitt sinn gullfisk en hann dó. Ég átti eitt sinn gullfisk sem að synti út í sjó. Hann var ferskvatnsfiskur svo hann bara dó. Já, ég alltaf ein í þessum heim. Ó, já, ég alltaf ein í þessum heim. Já, ég alltaf ein og þegar ég kem heim enginn sem mér tekur höndum tveim. Já, takk fyrir. Tæknin heldur betur að stríða okkur núna. Mér tekst ekki eins og að ná í skottið á smá stráki. Ég er algjörlega misheppnuð. Ég hef fullkomið lúser. Hérna stendur ýmsir handhægir galdrar. Rigningagaldur. Nei, við þurfum sko ekki á rigningu að halda. Sólskinsgaldur, það geti komið sér vel. Stormgaldur, nei. Engisbrettugaldur, nei. Sérðu einhvern ætilegan galdur? Froskagaldur. Vá, mér er alltaf langað í frosk. Þeir borða víst froskalappir í Frans. En ég er lítið spenntur fyrir því. Ég held nú að þú sést með maga í stað heilapann. Og? Hvað er eitthvað að því? Hættu þessu tuði, ég þarf að einbeita mér. Bíddu, ekki segja mér að þú ætlar að fara að galdra meira. Ekkert fikt, heyrirðu það? Hingað til höfum við ekki haft góða reynslu á þessu kukli þínu. Ó nei, Blúbb, blúbb og hoppiti í skopp, sjáum nú vænan og grænan kropp, abracadabra og hippiti hopp, nú umbreytist þú, hver? Ég? Eða við öll kannski? Já, áfram með smjörið, í grænan frosk. Nei, sjáðu hvað þú hefur gert. Strákreksni, fjaðrirnar mínar. Fældurinn minn, hann er allir slímugur. Ég var bara að fíblast. Ég ætlaði ekki að... Þú ættir að hlusta einhvern tíma það sem er sagt við þig. Geturðu aldrei verið friðs og hagaður eins og fullorðinn maður? En ég er ekki fullorðinn maður. Nei, það er rétt. En viltu gjöra svo vel og breyta okkur aftur? Og það strax? Bara strax? Það stendur ekkert hvernig ég snúa froskagaldri við. Þvílík hörmung. Þarf ég þá að eyða síðustu ævidögunum sem slímugur froskur? Ef við forðum okkur ekki þá eru þínum síðustu ævidagar akkurat núna. Fuglar borða froska. Oj, ég gleypti flugu. Það var bara ósjálfrátt viðbragð, sko. Já, það er alveg eðlilegt. Aðalfæða froska eru flugur og önnur skordýr. Maður tala nú ekki um orma, Viltu segja, Ólafía, eða ég æli á þig? Já, ég get alveg hugsað mér aðra. Í eftirmáli. Ég verð að komast upp og ná í bókina. Hann hefur týnt bókinni
bókinni. Nú verð ég brátt valdamesta nornin í galdraheimi. Jó, ég vondust hó, langverst, algjörpest. Hó, hver flottust? Jó, brandablott. Tekst Alexander að galdra þau til baka eða verða félagarnir froskar til æviloka? Nær Alexander galdrabókinu undan fuglsrassinum? Tekst þeim að komast heim fyrir jól. Fylgist áfram með ævintýrum félagana á morgun í þættinum Bláa gulrótin. Alexander og félagar, þau þeyttust eitthvað lengst út í geim. Skyldu þau komast aftur heim, já skyldu þau komast aftur heim. Alexander fór með galdraþulu upp úr galdrabók sem hann fann og þeytti sér, uglunni Ólafíu og kettinum Pan yfir í galdraheiminn Rimbúktú. Þar berjast galdrasystur tvær völdin og til þess að komast heim fyrir jól þarf Alexander að aflétta álögum sem sú vonda hefur lagt á og leysa þá góðu úr haldi. Félagarnir leita nú í ofboði að bláu gulrótinni sem þarf til að létta álögunum af rappkanínunni. En Alexander gerði þau mistök að breyta sjálfum sér og félögum sínum í froska. Nú eru góð ráð dýr. Við verðum að reyna að tæla illfugli í burtu. Hvernig þá? Hann fyrir sko ekki lengi að hafa okkur í morgumati færgefst. Ekki vera svona neikvæð alltaf. Við eigum ekki annar að kosta völ. Jó! Bíbí, burt mig! Burt! Új!